Beinn kostnaður við aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu nam ríflega 100 milljónum króna á fyrstu 9 mánuðum síðasta árs. Fjöldi embættismanna kom að vinnu við umsóknina. Í umræðu kosti og galla umsóknar Íslands að Evrópusambandinu hefur alls kyns rökum verið varpað fram. Meðal þess sem andstæðingar ESB aðildar hafa sagt að kostnaður við umsóknina hlaupi á milljörðum og að stjórnsýslan sé undirlögð að vinnu við umsóknina. Af þessum sökum sendi fréttastofa RÚV öllum ráðuneytum fyrirspurn beinan og óbeinan kostnað þeirra af viðræðum aðild Íslands að ESB. Fyrirspurnin var send til lok október og spurt var kostnað ráðuneytanna fyrstu 9 mánuði þess árs. Svör hafa nú borist frá öllum ráðuneytum. Hjá 6 ráðuneytum fengust þær upplýsingar að engin beinn kostnaður félli til vegna viðræðna við Evrópusambandið. Í öllum tilfellum var vísað til þess að ferðakostnaður, dagpenningar og eða annar tilfallandi kostnaður við viðræðurnar bókfærður á sérstakan fjárlaga lið hjá utanríkisráðuneytinu. Í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu nam kostnaðurinn á þessu tímabili rúmri milljón, 260.000 krónum í velferðarráðuneytinu og nærri 18.000 krónum í forsætisráðuneytinu. Í utanríkisráðuneytinu nemur bókfærður kostnaður hins vegar 101,6 milljónum króna. Þaraf laun starfsmanna 20 milljónir og ferðakostnaður 65 milljónir. Fullyrðingar þess efnis að kostnaðurinn hlaupi á milljörðum virðast því ekki standast skoðun. En það hefur ekki bara fallið til beinn kostnaður. Laun embættismanna sem komið hafa með einum eða öðrum hætti að viðræðunum líka kostnaður en þó ekki bókfærð þannig. Í utanríkisráðuneytinu hafa 30 starfsmenn komið að viðræðunum en 20 í fjármálaráðuneytinu. Færri starfsmenn hafa komið að málum með einum eða öðrum hætti í hinum ráðuneytunum en í langflestum tilfellum þetta lítið hlutfall starfa þeirra enda sinna embættismennirnir þessu meðfram öðrum störfum samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytunum sjálfum. Það virðist því ofmælt að stjórnsýslan sé undirlögð af þessu verkefni því í velferðarráðuneytinu áætlað að sé að ræða rúmlega 6 mánaða vinnu eins manns en í innanríkisráðuneytinu 2 mánaða vinnu að ræða.